Það er 7. liður, skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri, fer yfir helstu atriði. Hann var ekki alveg til í það, þannig nei. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þetta var langur dagur hjá okkur öllum. Þannig ég ætla bara rétt að tæpa á því allra helsta. Síðasti bæjarstjórnarfundur var 7. mars síðastliðinn. Við erum búin að funda aðeins málefni brothættra byggða frá því síðast með verkefnisstjóranum það verkefni og það verkefni er í svo sem ágætis farfi en ég held að sé alveg nauðsynlegt fyrir okkur að taka aðeins umræðu það betur annarkvort í bæjaráði eða á öðrum vettvangi og fara aðeins yfir stöðuna varðandi einmitt samskipti við ráðuneyti og annað en bara svona gleðiefni að segja frá því að Vegagerðin er búin að samþykkja breytingar á tímum varðandi ferjuna bæði lengingu á tímanum í eyjunni og svo líka fjölga ferðum yfir sumartíman. Við undirritum samning varðandi frumkvöðlasetrið við Nýsköpunarmiðstöð föstudaginn 10. mars síðastliðinn og við vonumst til þess að frumkvöðlasetrið verði opnað núna formlega mjög fljótlega. Þetta er stórt og mikið verkefni sem við bíðum öll eftir að komist í framkvæmd en allur undirbúningur er að verða búinn og ég sá ekki betur í dag en að í gær fyrirgefið en að það væri verið að ræða núna bara upp borðum og koma húsnæðinu í fullkomið stand. Ég lagðist í rúmið, þannig að kannski það verður í síðustu viku, þannig að kannski stytti það einmitt þessa ræðu bæjarstjóra hér. Þannig að það datt heilmikið út af minni vinnu. En það voru samt hér bæði aðalfundur flokkunar og stjórnarfundur nýra stjórnarflokkunar haldinn síðustu viku. Það er búið að breyta fyrirkomulagi með flokkun þar sem við sveitarstjórnir situr nú í stjórninni og félagið er komið hún í skúffu. Það má segja að við höfum verið settur hún í skúffu, framkvæmdastjórnir. Og síðan var stjórnarfundur lífeyrissjóðsins haldinn líka í síðustu viku þar sem var að fara einmitt yfir stöðu sem var rætt hér undir ársreikningnum að staða lífeyrissjóðsins eða réttar sagt skuldbindingar vegna lífeyrissjóðsins eru náttúrulega gríðarlegar tölur og þetta er eitthvað sem lífeyrissjóðurinn þarf að glíma við en bara vek athygli bæjarfulltrúa því að sveitarfélagið er í bakábyrgðum fyrir lífeyrissjóðinn þannig að þetta kemur náttúrulega allt saman inn til sveitarfélagsins í rauninni allur þessi rekstur allar skuldbindingar fyrir ekki Ég náði fundi í síðustu viku bæði með fulltrúum innanríkisráðherra og menntamálaráðherra. Aðeins á fundinu með menntamálaráðherra við ræddum Vetrarbrautarmiðstöð Íslands, við ræddum menningarsamninginn og fórum aðeins yfir 40 ára afmæli vestnorræns samstarfs sem er meðal annars samstarf sem er á vegum menntamálaráðherra Norðurlandanna en við erum Ísland er í forsæti fyrir Norðurskautsráðinu núna 2019 og 40 ára afmæli er árið 2019. Það er verið að skoða það hvort það sé ekki hægt að halda hér stórt afmæli að þessu tilefni hér á Akureyri í tengslum við vestnorræna samstarfið og þessa formennsku okkar í Norðurskautsráðinu. Viðbrögð menntamálaráðherra voru bara jákvæð varðandi menningarsamninginn en gaf lítið út á Vetrarbrautarmiðstöðarsamninginn og þetta bara ber því við eins og flest ráðuneytin gera í dag að það er svona beðið eftir því hvað fjármálaráðuneyti gerir eða fjárlaganefnd gerir varðandi fjárveitingar ársins. Ég átti fund með aðstoðarmanni innanríkisráðherra og skrifstofustjóra innanríkisráðuneytinu, eða eins og það heitir í dag samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti. Við fórum yfir Vaðlaheiðargöng, við ræddum Akureyrarflugvöll og við fórum aðeins yfir málefni séreignarsparnaðar og bara stuttum að segja frá því að þar var einmitt vitnað líka til fjármálaráðuneytisins varðandi fjárveitingar út af Vaðlaheiðargöngum og Akureyrarflugvelli. Ég þarf ekki að fara yfir fréttir frá fjármálaráðherra varðandi endurfjármögnun á lánum. Það kom fram í fréttum en við höfum náttúrulega verið að berjast fyrir því að reyna að fá fjárveitingar varðandi efni sem kemur á Vaðlaheiðargöngum út af Akureyrarflugvelli og það meðal annars kom til tals varðandi rekstur flugvallarins og svona áhyggjur sem ég lýsti bara yfir í framhaldi af umræðu sem við áttum hér með markaðsstofunni það áhuga Ísavía á því að koma markaðssetja flugvöllinn almennilega. Nefna 2 máli viðbót bara frá því í dag. Það er
við vorum að undirbúa fund sem verður haldinn á fimmtudaginn með vinum Hlíðarfjalls vegna skíðalyftunnar í Hlíðarfjalli og þá sem ég meira falið að fara í viðræðu við fulltrúa vina Hlíðarfjalls vegna samninga nýja uppbyggingu á nýri skíðalyftu í Hlíðarfjalli. Við vorum að undirbúa það í dag, fundurinn á fimmtudaginn og svo að lokum þá tókum við hér á móti 15 held ég hafi verið kennurum úr síðuskóla og gestum þeirra frá Pólandi, Ítalíu, Rúmeníu, Noregi í dag og sem að fengu svona kynning á sveitarfélaginu og því sem við erum að gera. Svo minn ég bara bæjarfulltrúa á það sem að eiga sæti á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga að það er næstkomandi föstudag. Takk fyrir mig. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá í loki vil ég benda á eftirtalda fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 9. mars 2017, bæjarráð 9. og 16. mars 2017, fræðsluráð 7. mars, skipulagsráð 8. og 15. mars, stjórn Akureyrarstofu 9. mars, umhverfis- og mannvirkjaráð 3. mars og velferðarráð 15. mars. Hægt að nálgast fundargerðirnar á heimasíðu bæjarins og þá segjum við fundi slitið klukkan 20:22.